dagskrá sem tillaga borgarstjóra að aðgerðum gegn kynbundnum launamun, samanber 24. lið fundargerðar borgarráðs frá því 27. september. Þá tekur fyrstu til máls borgarstjóri. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og góðir gestir og nær og fjær. Við ræðum nú tillögur aðgerðir gegn kynbundnum launamun. Fyrsta könnun Reykjavíkurborgar á kynbundnum launamun var gerð árið 1995 og markaði hún tímamót þar sem það var í fyrsta sinn sem atvinnurekandi á íslenskum vinnumarkaði tókst á hendur slíkan samanburð yfir tiltekið tímabil svo vitað sé. Síðan þá hefur borgin ásamt fleirum staðið fyrir könnunum og úttektum á launamunni kynjanna. Þessar kannanir hafa verið unnar með ýmsum hætti og því oft reynst erfitt að bera saman niðurstöður þeirra. Til að fá betri mynd af þróuninni var þess farið á leit við Félagsvísindastofnun að vinna minnisblað þróun kynbundins launamunnar hjá Reykjavíkurborg frá árinu 1995. Og þar kemur fram að ef skýribreytur, eins og það heitir, eða sem gæti líka skilið sem forsendur, ef að skýribreytur eru samræmdar og takmarkaðar við kyn, aldur, starfsaldur og starfsflokk, þá hafi launamunur hjá borginni farið úr 21,1% árið 1995 í 7,2% árið 2009. Úttekt mannauðsdeildar Ráðhúss á kynbundnum launamun í október 2012 sýnir að þróunin enn á þá leið að það dregur úr kynbundnum launamun en hann mælist samt nú 5,8% á heildarlaunum en leiðréttur munur 3,4%. Árið 2010 var stofnaður starfshópur undir forystu Sóleyjar Tómasdóttur sem hafði það verkefni að vinna tillögur að því hvernig ætti að útrýma kynbundnum launamun hjá Reykjavíkurborg. Og starfshópurinn setti fram 10 tillögur. Á fundi borgarráðs hinn 15. mars 2012 voru tillögur starfshópsins samþykktar og í framhaldi var skipaður aðgerðahópur sem átti að rýna tillögur fyrri starfshóps, gera grein fyrir stöðu þeirra verkefna sem þar lýst og láta framkvæma ókláruð verkefni. Aðgerðarhópurinn hefur nú skilað skýrslu með aðgerðaráætlun tillögurnar sem fram eru settar munu byggja á. Umræðan launamun kynjanna hefur oftar en ekki snúist hvort að munurinn sé málefnalegur eða ómálefnalegur eða hvort að megi skýra hann með einhverjum þáttum. Og það breytir því ekki að mun að ræða og Reykjavíkurborg hyggst vinna gegn launamun í hvers kyns mynd. Samfélagslega áhrif þess að karlar vinna lengri vinnudag en konur festa í sessi hefðbundin kynhlutverk þar sem karlinn þénar meira og konan sinnir heimili og börnum í meira mæli. Þennan vítahring þarf að rjúfa til þess að vinna gegn því misrétti sem kynbundin launamunur Tillögurnar sem hér eru settar fram ráðast að rót vandans. Horfst í augu við að yfirvinnugreiðslur og akstursgreiðslur kunni að vera notaðar til að umbuna fyrir aðra þætti en vinnutíma og akstur. Yfirvinnugreiðslur fela jafnframt í sér þau skilaboð að ætlast sé til þess að starfsfólk vinni yfirvinnu. Og eins og raunin í dag, karlar meiri en konur. Það þarf að snúa við þessari þróun og stytta vinnutíma með því að draga úr yfirvinnu og leggja leið grunninn að fjölskylduvænna samfélagi. Viðfangsefnið langt í frá einfalt
Tryggja þarf að þær leikreglur sem gilda launagreiðslur borgarinnar séu skiljanlegar, sanngjarnar og framkvæmd þeirra sé samræmd á öllum vinnustöðum borgarinnar. Því lagt til að núverandi fyrirkomulag fastra yfirvinnusamninga verði endurskoðað samhliða innleiðingu á kynhlutlausu viðbótarlaunakerfi. Slíkt kerfi verði lagt til grundvallar einstaklingsbundnum framgangi og launamyndun. Í því samhengi horft til þátta eins og frammistöðu, árangurs, viðbótarhæfni, starfsreynslu, álags og annarra einstaklingsbundinna þátta sem metnir eru eftir þekktum leikreglum á hlutlægan hátt. Kynbundinn launamunur afleiðing kynjaðs vinnumarkaðar og reyndar meira en það kynjaðs samfélags. Til að uppræta hann þarf að upplýsa og fræða fólk, ekki síst stjórnendur, til að gera þeim kleift að taka ákvarðanir launasetningu óháð kyni. Kynbundnum launamun verður ekki eytt án þátttöku allra stjórnenda borgarinnar. Kynbundnum launamun verður ekki eytt án þess að til komi hækkun á launum kvenna. Tillögurnar sem settar eru fram hér í dag fela í sér fyrirheit breytt samfélag þar sem að konur og karlar eru metin að verðleikum. Mig langar að þakka öllum sem komu að vinnu starfshópanna tveggja og mótun þessara tillagna, þakka þeim kærlega fyrir sitt mikla og góða framlag. Tillagan sem hér liggur fyrir í 11 liðum og hljóðar svo. Borgarráð samþykkir eftirfarandi tillögur byggðar á aðgerðaráætlun aðgerðarhóps kynbundinn launamun dagsett 3. september 2013. 1. Í október og nóvember 2013 verði farið í fræðsluátak með stjórnendum miði að því að efla stjórnendur og tryggja þekkingu þeirra og verklag hvað varðar launasetningu óháð kyni. Jafnframt verði lögð áhersla á að starfsfólk og stjórnendur borgarinnar líti á Reykjavíkurborg sem einn vinnustað. Skyldubundin fræðsla verði fyrir alla stjórnendur á 2 ára fresti. 2. Í kjölfar fræðsluátaks verði stjórnendum falið að endurskoða fastlaunasamninga og aksturssamninga starfsfólks borgarinnar með það að leiðarljósi að leiðrétta kynbundinn launamun. Endurskoðun verði lokið fyrir 31. desember 2013. Að endurskoðun lokinni verði gerð úttekt sem mæli árangur aðgerðarinnar. 3. Ítarlegar tölfræðiskýrslur launamál borgarinnar verði lagðar fyrir borgarráð og fagráð ársfjórðungslega. 4. Aðgengi að kyngreindum upplýsingum launagreiðslur verði bætt. Launaáætlunarlíkani verði breytt þannig að unnt verði að birta kyngreindar upplýsingar áætlaðan launakostnað áður en fjárhagsrömmum úthlutað árlega. 5. Framkvæmd verði úttekt á launamun kynjanna hjá Reykjavíkurborg árlega. Úttekt verði strax gerð á grunni launagagna októbermánaðar 2013. Annað hvert ár verði úttektin unnin af utanaðkomandi aðila. Fagaðila. 6. Innri endurskoðun verði falið að greina og leggja mat á launakerfi borgarinnar með áherslu á skýrslu og upplýsingagjöf til stjórnenda. 7. Innri endurskoðun verði falið að gera úttekt á starfsmatskerfi borgarinnar. 8. Vinnu við að skrá menntun starfsmanna í launakerfið verði sett í forgang. 9. Áhersla verður lögð á jafnvægi, atvinnu, félags- og einkalífs og dregið markvisst úr yfirvinnu. 10. Innleiðing á kynhlutlausu viðbótarlaunakerfi verði tekið til skoðunar. Samhliða innleiðingu viðbótarlaunakerfis yrðu fastlaunasamningar afnumdir og markvisst dregið úr yfirvinnu starfsfólks borgarinnar. Slíkt kallar á endurhugsun á samsetningu launa og framleiðni starfa með það að markmiði að breyta samsetningu launa án þess að skerða heildarlaun. 11. Jafnlaunastaðall verði innleiddur hjá Reykjavíkurborg, undirbúningur hefjist fyrir 1. nóvember næstkomandi. Jafnframt samþykkt að verja 4 milljónum króna til verkefna sem framkvæmd verði í haust. Fjármagni verði fært af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstaður 09205. Deildarstjóra kjaradeildar og starfsmannastjóra Reykjavíkurborgar falið að fylgja eftir aðgerðaráætlun þeirri sem sett fram í skýrslu aðgerðarhóps kynbundinn launamun. Borgarráð fái ársfjórðungslega úttekt á framvindu aðgerðaráætlunarinnar.
Að öðru leyti vísa ég svo til ítarlegrar greinargerðar sem fylgir tillögunni og legg til að hún verði samþykkt og hlakka til að heyra umræður tillöguna. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Þið hafið öll heyrt mig áður segja það sem ég mun segja í dag. Mörg ykkar hafa heyrt það oft og sum allt of oft. Samt mun ég ekki hætta að segja það, ég mun tala um þetta aftur og aftur og aftur á meðan ég lifi. Og síðan kemur vonandi jafnrétti. Í dag er árið 2013 og það er ekki jafnrétti. Ekki frekar en fyrir 52 árum þegar Alþingi samþykkti lög almennan launajöfnuð. Það var árið 1961. Þá var amma mín 32 ára og hún gladdist. Hún gladdist af því að það var svo mikilvægt að hið opinbera skildi og viðurkenndi mikilvægi kynjajafnréttis og að konur urðu metnar til jafns við karla. Í dag, árið 2013, 52 árum síðar, eru konur sem vinna hjá Reykjavíkurborg að meðaltali með 35.944 krónum lægri mánaðarlaun en karlar sem vinna hjá Reykjavíkurborg. Eftir að tekið hefur verið tillit til málefnalegra skýribreyta svo sem starfsmenntunar og starfsaldurs. Á ári gera þetta rúmar 430.000 krónur. Þetta gera 4,3 milljónir á 10 árum og þetta gerir upp undir 15 milljónir á einni starfsævi. Hjá Reykjavíkurborg starfa 8.000 manns, þar af starfa 6.000 konur. Ef að allar þessar konur ættu að fá 430.000 krónurnar sínar á ári eins og kallarnir, þá myndi það kosta borgina 2,8 milljarða króna á ári. Ég geri mig grein fyrir að þetta er mjög einfaldað reikningsdæmi, en ef okkur finnst í alvöru sanngjarnt að konur séu á sömu launum og kallar, og ef okkur finnst kallar vera metnir af verðleikum og vera á sanngjarnum launum, þá er augljóst að mjög háar fjárhæðir er að ræða á hverju einasta ári. Jafnvel þó að tekið yrði mið af alls konar hlutum sem ég geri ekki í þessu einfaldaða dæmi, jafnvel þó þetta væri ekki 2,8 milljarðar, heldur bara kannski nokkur 100 milljónir, þá er sárt til þess að hugsa að borgin sé að spara sér svona upphæðir með lögbrotum. Forseti, hér í dag erum við að ræða úrbætur tillögu borgarstjóra að aðgerðum sem ætlað er að ráðast að rót vandans, eins og segir í greinargerð með tillögunni. Það er sannarlega fagnaðarefni að hjá Reykjavíkurborg, einum stærsta vinnustað landsins, sé metnaður til þess og tillögurnar eru ágætar út af fyrir sig. Ég verð samt aðeins að fjalla rótina áður en að ég fer efnislega í tillögurnar. Þessar tillögur, eins góðar og þeir eru, ráðast ekki að rótinni. Rætur kynbundins launamunar liggja miklu mun dýpra og rótarkerfið er miklu mun flóknara heldur en svo að 11 tillögur kjaramál nái að vinna á þeim einar og sér. Kynbundinn launamunur er ekki einangrað viðfangsefni. Rót vandans eða rótarkerfið öllu heldur er samtvinnað samfélagsgerðinni og nær til allra sviða daglegs lífs. Kynbundinn launamunur er eitt af einkennum samfélags sem að metur ekki konur til jafns við karla. Og í samfélagi þar sem verðmæti eru metin í peningum er launamunurinn líklega besta mælistikan á það hvernig miðar í átt að raunverulegu jafnrétti karla og kvenna. Forseti, þar sem að kynbundið ofbeldi þrífst, þar sem staðalmyndir mála unglingsstelpur upp sem horuð og viljalaus verkfæri og unglingsstrengi sem vöðvastælta og óseðandi graðþola, þar sem stelpur og strákar fá ekki sömu tækifæri og hvatningu til að rækta með sér áhugamál, mennta sig og starfa, þar sem feministar eru kallaðir talibanar og nasistar og sagt að þegja og beita sér frekar fyrir einhverju öðru en því sem þeir eru að gera, þar sem heimilisofbeldi er ekki tekið alvarlega og nauðgunardómar eru jafn algengir og flækingsfuglar, þar er ekkert nema eðlilegt að konur séu á lægri launum heldur en karlar. Þar sem að fullorðnir tilenga kornabörnum kynbundna eiginleika strax í vöggu, þar sem barnabækur, teiknimyndir, tölvuleikir, leikföng og markaðssetning á þessu öllu saman beinir stelpum og strákum í ólíkar áttir og skilaboðin það hvernig við eigum að vera sem konur og kallar dynja á okkur þangað til við erum löngorðin fullorðin á sama tíma og okkur er kennt það sem strákar og kallar og það sem þeir vilja og læra og gera og framkvæma sé bæði verðmætara og merkilegra en það sem stelpur og konur vilja og læra og gera og framkvæma.
Þetta er samfélag kynbundins launamunar eðlilega. Og launamunurinn er ekki bara innan tiltekinna starfa. Það er ekki bara ósanngjarnt að fólk fái mishá laun fyrir sömu störf, heldur erum við líka langt frá því að meta sambærileg störf að verðleikum. Hvað eru sambærileg störf? Hvernig myndum við meta störf að verðleikum ef við verum að byrja upp á nýtt með autt blað og að stofna samfélag? Er það í alvörunni þannig að við myndum greiða leikskólakennurum lægri laun heldur en verðbréfamiðlurum? Myndum við velta fyrir okkur ábyrgð leikskólakennara? Myndum við velta fyrir okkur álaginu sem er á þá á hverjum einasta degi? Myndum við meta áhrifin sem þeir hafa á samfélagið, bæði með því að gera foreldrum kleift að vera á vinnumarkaði og með því að leggja grunn að framtíð barnanna? Verðmætamatið í þessu samfélagi er skakkt, af því að viðmið og gildi í samfélaginu eru skökk. Þrátt fyrir öll heimsins lög og reglur er misréttið inngróið í okkur öll og það viðheldur sér með komandi kynslóðum sem alast upp við sömu skýru skilaboðin og við fengum. Jafnvel ennþá skýrari, með tilkomu klámvæðingar og aukinnar misskiptingar á heimsvísu, vændis og mansals því miður. Ég hef stundum sagt að það sé bara ágætt að kynbundinn launamunur sé til staðar. Ég meina það kannski ekki bókstaflega, en ég segi það samt til þess að benda á að hann er í raun mælistika á misréttið á öllum hinum sviðunum sem svo erfitt er að mæla. Ef að hinn kynbundni launamunur væri ekki til staðar, þá myndu margir trúa því að hér ríkti í raun jafnrétti á milli kvenna og karla. Sérstaklega kannski fólkið sem er ekki tilbúið til að horfast í augu við hin einkennin, við kynbundna ofbeldið, við klámvæðinguna, við áhrif staðalmyndana, við valdahlutföllin, við kynjuðu áhrifin í valda- og áhrifastöðum. Af því að þetta er allt samhangandi, er ágætt að hafa bara eina mælistiku sem að fólk er tilbúið til þess að viðurkenna og skilja. Allir skilja peninga. Þegar okkur svo hefur tekist að ná fram raunverulegu jafnrétti, þegar að konur verða metnar að verðleikum eins og kallar, þá verður engin kynbundinn launamunur í þessu samfélagi. En forseti, förum þá að tillögunum. Ég vildi ég gæti einhvern tímann sleppt í að vera fúli feministinn. Ég vildi ég gæti bara glaðst heiðarlega eins og amma mín gerði á sínum tíma þegar lögin voru sett árið 1961. Ég vildi ég gæti glaðst og trúa því að hér væri við að ráðast að rótum vandans, að þessar 11 tillögur myndu útrýma kynbundnum launamun í Reykjavík og vandinn yrði úr sögunni. Auðvitað gleðst ég geri það. Ég gleðst fyrst og fremst yfir því að það sé vilji til staðar af hálfu stærsta vinnustaðar landsins, eins stærsta vinnustaðar landsins, til þess að taka á þessu máli af alvöru og ekki síður þegar vinnustaðurinn er líka stjórnvald sem getur breytt og samstarfsaðili sem getur haft áhrif á aðra. Og af því að ég trúi því að við getum haft áhrif, jafnvel þó að rótarkerfið sé jafn djúpt og víðfeðmt og raun ber vitni, þá trúi ég því að þær aðgerðir sem hér hafa verið kynntar muni breyta, en ég ítreka að hér er handaflsaðgerðir að ræða og samhliða þeim verðum við að taka á öllum öðrum hliðum kynjamisréttisins. Ég ætla að fara aðeins í gegnum tillögurnar 11 sem að borgarstjóri kynnti hér áðan og ef að forseti væri með tillögurnar einhvers staðar eða einhver gæti rétt mér tillögurnar, það væri gott. Ég ætla að fara bara að rekja mig í gegnum þær eftir númerum og fara í fyrstu tillöguna sem að lítur að fræðsluátaki með stjórnendum. Það er þannig að fræðsla er nauðsynleg. Hún þarf að vera skylda og hún þarf að vera á alvöru kynjafræðilegum forsendum. Hún þarf að vera róttæk, þetta þarf að fara í kerfið og það þarf að fara í tengsl ólíkra þátta og það þarf að vekja fólk til umhugsunar þennan djúpstæða vanda sem við stöndum frammi fyrir. Fræðslan má ekki vera átak og hún má ekki vera einskiptis. Hún verður að vera með reglulegu millibili til þess að fólk festist ekki í viðjum gamals vana og kynjaðs samfélags. Þess vegna er ég mjög ánægð með að fræðslan sé skylda og að hún sé á 2 ára fresti. Tillaga númer 2 endurskoðun fastlauna og aksturssamninga er algjört lykilatriði. Þarna er munurinn falinn, við vitum það öll og hann verður að leiðrétta þarna. Auðvitað væri eðlilegast að setja 2,8 milljarða í að greiða konum það sama á körlum eða hver sem upphæðin er þegar allt hefur verið tekið til greina. En þó að það standi ekki til, þá finnst mér líklegt og það gleður mig að hafa heyrt borgarstjóra segja það hérna áðan, auðvitað þurfi að hækka laun kvenna. Það er það sem við þurfum að gera til þess að leiðrétta þennan mun. Og ég geri fastlega ráð fyrir því að við gerum ráð fyrir þeirri upphæð í fjárhagsáætlun fyrir næsta ár þegar þar að kemur. Það hefði þarna verið betra að mínu mati ef að niðurstaðan hefði verið gerð opinber. Ef það hefði verið þannig að hægt yrði að fletta upp
launum fyrir hvert einasta starf á einhverjum afmörkuðum stað, þannig að fólk geti farið fram á rökstuðning fyrir sín með yfirmanni þegar búið að fara yfir aksturs- og yfirvinnugreiðslur. Það þannig með grunnlaunin og við getum öll lifað með því. Það vita allir hver grunnlaun allra eru. En einhverra hluta vegna yfirvinna og akstursgreiðslur eitthvað sérstakt persónuverndarmál sem að ég skil ekki en virðist vera. Við erum of föst í gömlum vana launaleynd þar sem að enginn hagnast á nema yfirmaðurinn sem að vill geta tekið geðþóttaákvarðanir án þess að þurfa að rökstyðja þær. Ég náði því ekki fram að yfirvinnu og akstursgreiðslur eru allar opinberar. En ég get svo sem alveg sætt mig við það, ég fæ víst ekki allt sem ég vil, þó ég sé ósammála því og þó mér finnst það alltaf sanngjarnt að ég fá allt sem ég vil. En það samt þannig að mínu mati að tortryggni kemur til þar sem einhverja leyndir að ræða og þar sem skortur á rökum. Og ef við ætlum að halda áfram að hafa leynd yfir því hverjir eru með hversu mikla yfirvinnu, þá verður áfram tortryggið og þá kemst fólk áfram upp með að rökstyðja ekki. En þá vil ég minna á Íslandi launaleynd ólögleg. Það ekki hægt að banna neinum að segja frá launum sínum. Og það ekki á ábyrgð þeirra sem hafa hæstu launin að rökstyðja þau. Það alltaf á ábyrgð yfirmannanna. Það og verður á ábyrgð þeirra sem ákveða launin. Munum það. Að sama skapi hægt að óska eftir upplýsingum laun starfsfólks borgarinnar. Það getur hver sem óskað eftir upplýsingum allar fastar greiðslur einstaklinga eða hópa, dagvinnulaunum, fastlaunasamningum og aksturssamningum og það ekkert óeðlilegt við það að starfsfólk beri sig saman og krefji yfirmenn sína svara þegar niðurstöður liggja fyrir þann 31. desember næstkomandi. Ég vil nota tækifærið og hvetja starfsfólk borgarinnar til þess. Fáum launin upp á borðið, það eina leiðin til þess að við getum metið það hvort að við erum með sanngjarn laun eða ekki. Nú, ef við fyrir þriðja liðinn að þá kemur hann svolítið í staðinn fyrir þessar opinberu upplýsingar sem ég hefði viljað fá, en þarna fáum við opinberar tölfræðiskýrslur sem að verða lagðar bæði fyrir fagráð og borgarráð 4 sinnum á ári og eru mjög mikilvægar fyrir okkur að vinna vinnuna okkar og fylgja því eftir að launamuninum verði útrýmt. Tillaga númer 4 sem að lýtur að því að upplýsingar kyngreindar upplýsingar áætlaðan launakostnað liggi fyrir áður en fjárhagsrammum úthlutað árlega. Þessi tillaga lætur ekki mikið yfir sér en hún skiptir gríðarlega miklu máli. Stærsta pólitíska ákvörðunin sem að við hér í borgarstjórn tökum á ári hverju rammaúthlutunin. Það þar sem okkur gefst tækifæri til þess að leiðrétta mun, það þar sem okkur gefst tækifæri til að leiðrétta laun stóru kvennastéttanna, það þar sem við getum ákveðið hvort að fara meira í velferðarmálin eða framkvæmdirnar eða umferðarmálin eða hvað það Þar verðum við að vita hvernig launin liggja til þess að geta leiðrétt. Og það mjög gott að þessu hafi verið bætt inn í, eða verði þá bætt inn í það hvernig við vinnum fjárhagsáætlunina. Nú, tillaga númer 5 lýtur á úttekt. Auðvitað mjög mikilvægt að það séu gerðar úttektir árlega og það eiginlega alveg með hreinum ólíkindum að ekki hafi tíðkast að gera úttektir á kynbundnum launamun með reglulegum hætti fram til þessa. En batnandi fólki best að lifa og það mjög gott að við séum nú búin að ákveða það. Það líka mikilvægt að þessar úttektir fari fram af utanaðkomandi aðilum. Það ekki gott að fólk sé alltaf að meta sjálft sig. Það skiptir máli að við fáum utanaðkomandi mat þannig að allt sé tekið inn. Tillögur 6-10 varða svo framtíðina. Þar varða það að reyna að auðvitað draga úr yfirvinnu og reyna bara að vinnuna okkar frá 8-4 eða 9-5 eða innan þess eðlilega 8 tíma vinnudags sem að við semjum í kjarasamningum. En þetta allt saman tillögur sem að við þurfum að vinna í samstarfi við stéttarfélög og langt inn í framtíðina. Ég ætla svo sem ekkert að fara meira yfir þessar tillögur efnislega. Ég heiti því að vinna af krafti að því að allar þessar tillögur verða veruleika og gera mitt til þess að kynbundnum launamun verði haldið í skefjum í Reykjavík. Ég mun á sama tíma af sama krafti vinna að því að afmá önnur einkenni hins kerfislæga misréttis sem að þrífst í þessu samfélagi, að vinna gegn klámvæðingu og gegn staðalmyndum og gegn áhrifum þeirra og gegn ójöfnum aðgangi að valdastöðum og gegn ójöfnu aðgengi kynjanna að fjölmiðlum og gegn ójöfnu þessu og ójöfnu hinu.
Á meðan kynbundin misrétti er til staðar og þar með kynbundin launamunur mun ég halda áfram að segja aftur og aftur þetta sem ég hef sagt í dag og þið hafið öll heyrt 100 sinnum, ég mun halda því áfram á meðan ég lifi. Og síðan kemur vonandi jafnrétti. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég held að það sé alveg ljóst að það er enginn maður. Ég hef aldrei hitt þann mann sem segir að kynbundin launamunur sé sjálfsagður, eðlilegur eða afleiðing einhvers sem snýr að mismun kynjanna. Og allir eru auðvitað sammála það að gera allt sem þeir geta til þess að vinna á kynbundnum launamun. Ég kem hér aðallega upp bara til þess að þakka fyrir það starf sem unnið hefur verið. Síðan mun borgarfulltrúin Hildur Sverrisdóttir koma hér og fara yfir þetta fyrir okkar hönd í Sjálfstæðisflokknum, svona lið fyrir lið. En ég vil þakka þá sérstaklega Sóleyju Tómasdóttur borgarfulltrúa fyrir það að hafa setið í þeim hópi sem að setur þessa vinnu af stað í upphafi þessa kjörtímabils. Síðan leið náttúrulega heldur langur tími þar til að við sjáum hérna þessar aðgerðaráætlun. En það er nú bara einfaldlega svo að þetta er mál sem að virðist alltaf þola bið, enda þótt allir séu sammála að svo sé ekki. Ég eins og aðrir þegar ég sá BHM kjarakönnunina, mér bara brá og ég gat ekki skilið það að Reykjavíkurborg væri raunverulega best sett að þessu leyti. Að launamunur, óskýrður launamunur væri 8,6%, þegar hann væri 8% hjá ríkinu eða eitthvað í þeim, 8,3% kannski og 6% hjá einkageiranum. Og fyrir þessu síðan hafa komið einhverjar skýringar á því að hérna séu mismunandi mælingar og því miður er það oft þannig þegar verið að ræða kynbundinn launamun að umræðan fer út í það hvernig að þessu staðið en ekki hver raunveruleg niðurstaðan er. Við getum öll verið viss það að það er kynbundinn launamunur og nú hefur mannauðsdeild Reykjavíkurborgar farið yfir þetta og við höfum aðrar kannanir eins og frá BSRB sem sýna slíkt hið sama. Þannig að ég segi fyrir hönd okkar í Sjálfstæðisflokknum, ég styð og við styðjum þær tillögur sem hér hafa verið lagðar fram til aðgerða. Við munum starfa með meirihlutanum, starfa með öllum borgarfulltrúum og öllum þeim, meðal annars þeim sem eru hér upp á þessum pöllum, að því að vinna bug á þessari stöðu sem að margar ríkisstjórnir hafa verið með fögur fyrirheitum á tylledögum og sagt allar leggja sig allar fram og svo verður einhvern veginn minna úr því og það er ekki vegna þess að ég sé að benda á nokkurn einn eða eina í því sambandi, alls ekki. Þetta á við allar ríkisstjórnir, allavega síðustu áratugina, á við þessa ríkisstjórn, síðustu ríkisstjórnin og aðra ríkisstjórnin þar á undan, á við þessa borgarstjórn og aðra borgarstjórnin sem þar kom undan. Við erum öll pínlítið sek þetta, hafi ekki staðið í lappirnar, hafi ekki getað klárað þetta mál sem ég vona að við sem að stilla upp núna þannig að við getum það. Ég er ekki jafn svartsýnn og borgarfulltrúin Sóley Tómasdóttir, þó að ég fari ekki grafgötu með það að hún sé betur í þessum málum heldur en ég, að þá verðum við að horfa á þetta í víðara samhengi. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við sinnum þessum mannréttindum og þessi mannréttindi snúast ekki einhvern minnihlutahóp hér í samfélaginu sem við viljum aðstoða og koma réttan kjör. Þetta snýst hálfa þjóðina. Hálf þjóðin er að líða fyrir kynbundinn launamun og það er ólíðandi. Ég sem jafnréttissinni og sem faðir dóttur minnar auðvitað vil ekki þola slíkt. Að hún, aðrar konur þurfi að þola það að fá lægri laun heldur en karlmenn fyrir sömu störf. Þessu verður að breyta og við styðjum það. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er í mínu huga eða brjósti ákveðin liti heiður að fá að ræða launamun kynjanna í þessum sal og í þessu húsi því að Reykjavíkurborg hefur á undanförnum áratugum verið í fararbroddi í því að vinna gegn kynbundinn launamun og ég held að við eigum að setja okkur það mark að vera fyrst til þess að útrýma honum. Og þetta kallast einfaldlega bara á við það, löngu áður en að ég fór sjálfur út í stjórnmál að maður horfði hingað til Ráðhússins og til þáverandi borgarstjóra Ingibergar Sólrúnar Gísladóttur
Þegar verið var að setja á dagskrá mál sem að lengi höfðu verið einhvern veginn hluti af hinu venjulega hefðbundna Íslandi og átti að vera svo ofboðslega erfitt að breyta. Hlutir eins og það að allir hefðu aðgang að leikskólaþjónustu, hlutir eins og það að karlar fengju hærri laun en konur, hlutir eins og það að bara konur færu í fæðingarorlof. Og ég man ennþá eftir kastljósmyndunum með viðtölunum af tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar sem hafði leyft slökkviliðsmanni, sem var eitthvað mesta vöðvabúnt sem ég hef séð í sjónvarpi, taka feðraorlof. Og maður sat og horfði, já, er þetta hægt? Gæti maður fengið að fara í orlof með börnunum sínum þegar þar að kemur. Og síðast en ekki síst að setja jafnréttismálin inn í miðju stjórnmálana sem pólitískt viðfangsefni. Þetta gerði Reykjavíkurborg og þetta hefur haft áhrif allt samfélagið. Og í mínum huga er það að takast á við launamun kynjanna, það kjarni þess að vera jafnaðarmaður og það kjarni þess í jafnaðarstefnu að vinna gegn launamunni kynjanna. Þegar ég fór í mitt fyrsta prófkjör þá raunar nýgengin í Samfylkinguna og átti að ydda 5 aðalmál fyrir næsta kjörtímabil, þá var raunar þetta markmið sem við erum að fjalla núna að útrýma kynbundinn launamun eitt af þeim 5. Þá heyrði ég í mjög mörgum sérfræðingum á þessu sviði, þetta var 2006, og þá var greiningin nokkurn veginn eins og nú, að grunnurinn væri í lagi en aukagreiðslurnar væri það sem upp á vantaði. Þær kosningar unnust ekki en þann stutta tíma sem ég var hér í meirihluta á síðasta kjörtímabili tókum við nokkur skref í að hækka laun kvennastétta og ég tek undir með þeim sem hafa sagt hér þann sjálfsagða hlut að kynbundnum launaminn verður ekki útrýmt, honum verður ekki útrýmt án þess að hækka laun kvenna. Sá meirihluti sem að nú situr setti það býsna skýrt inn í sína samstarfsyfirlýsingu að útrýma ætti kynbundinn launamun. Með leyfi forseta sögðum við þróun kynbundins launamunnar verði könnuð reglulega og brugðist við henni með áætlun sem hefur það að markmiði að honum verði útrýmt að fullu. Þetta var eitt af forgangsverkefnum sem fór af stað 2010. Við óskuðum eftir því við fulltrúa minnihlutans að leiða ákveðin lykilmál sem við bárum fyrir brjósti og þetta var eitt af þeim. Og Sóli Tómasdóttir, borgarfulltrúi, leiddi nefndina sem ég hef stundum kallað Sóleiðanefndina sem fór af stað í þetta verkefni 2010 og skilaði af sér lok árs 2011. Borgarstjóri setti aðgerðarhóp til þess að skilgreina beinar aðgerðir á grundvelli tillagna nefndarinnar í byrjun árs 2012 og það eru þær aðgerðir sem við erum að horfa á núna. Það hefur tekið tíma að koma þessu saman og maður er hugsi yfir ýmsu eins og því hvernig launakerfi eins og okkar er í stakk búið til að draga út sjálfsagðar upplýsingar til þess að bera saman svona hluti. En við fengum líka ytri aðila til þess að skoða þetta í stærra samhengi og gegnum tíman og Félagsvísindastofnun skilaði nýverið samantekt allar þær kannanir sem gerðar hafa verið á kynbundinn launamun hjá Reykjavíkurborg frá 1995 þegar sá munur var kannaður fyrst og fyrsta skipti á Íslandi. Og af hverju er ég að rifja upp þessa sögu? Jú, vegna þess að þær kannanir sem hér hefur aðeins verið vísað í og hafa komið fram í sumar og haust á vegum fyrst Hagstofunnar, síðan BHM, BSRB, SFR og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar, að þær komu mjög illa við okkur, komu mjög illa við mig vegna þess að mér leið eins og þar væri verið að lýsa þróun þar sem við værum að færast frá markmiðinu að útrýma kynbundinn launamun. Við tókum það ákvörðun í þessu húsi þó að þetta stemdi ekki að öllu leyti við þær tölur sem við varum með, að fara nú ekki að slást við tölur eða einstakar kannanir eða túlkanir á þeim því að stóru skilaboðin úr öllum þessum könnunum eru jú þau að það er ennþá kynbundinn launamunur til staðar og á honum þarf að vinna.
Þar með er ég ekki að segja að það skipti ekki máli að í samantekt Félagsvísindastofnunar á öllum þeim könnunum sem gerðar hafa verið á kynbundinn launamun sést býsna glögglega að hann hefur farið lækkandi jafnt og þétt frá 1995 þegar hann var kannaður fyrst og til ársins í fyrra eða 2012 þegar hann var kannaður síðast á grundvelli launa útkeisna hér hjá borginni. Og af hverju segi ég að það skiptir máli? Jú, vegna þess að þegar við erum að taka út þróun kynbundins launamunar þá erum við þetta líka að leggja mat á það hvort að þær leiðir sem hafa verið farnar hafi dugað eða hafi verið einhvers konar villigötur. Og þess vegna vekur það sérstaka athygli að það er mismunur á því hvort að sjáist kynbundinn launamunur, annars vegar milli dagvinnulauna og heildarlauna sem kemur kannski ekki alveg á óvart, en líka milli þeirra sem eru í starfsmati og þeirra sem eru ekki í starfsmati. Hjá hópunum sem eru í starfsmati, sem á að vera hlutlaust mat á ábyrgð og ýmsum öðrum þáttum í starfi, að þá er nánast engin munur á dagvinnulaunum í nýjustu úttektinni frá 2012, en þar er raunar ennþá munur hvað heildarlaun varðar, þar að segja að í greiðslunum sem að þar bætast ofan á greinist ennþá munur eða 3,4%. Þegar við tökum kynbundinn launamun í hópnum í heild, ekki bara starfsmatshópnum, er 3,4% munur á dagvinnulaunum hjá öllum hópnum og 5,8% munur á heildarlaunum. En þessi munur hafði í öllum tilvikum lækkað úr yfir 10% frá því fyrir 10 árum og ennþá hærri tala í upphafi tímabilsins. En hver eru þá bilin sem þarf að brúa? Jú, í fyrsta lagi þarf auðvitað að brúa bilin í dagvinnunni, en það þarf líka að brúa bilin sem eru gagnvart heildarlaunum og þar koma yfirvinna og akstursgreiðslur inn. Og nákvæm greining á þessum liðum og því hvar lykilverkefnin liggja til grundvallar tillögugerðinni. Og mig langaði aðeins að rekja mig í gegnum tillögurnar eins og ég sé þær. Tillögur 1 og 2 finnst mér undirstrika að það bil sem við erum að tala er á ýmsan hátt í höndum stjórnenda, þar að segja að ákvarða, yfirvinna, akstursgreiðslur, fastlaunasamningar og þess vegna lúta tillögur 1 og 2 að fræðslu átaki meðal stjórnenda til þess að gera þá betur í stakk búna til þess að vinna þessari launasetningu og vinna að þeirri leiðréttingu sem þarf að eiga sér stað. Liðir 3-5 lúta að auknu gegnsæi vegna þess að það þurfa allir að vera á vaktinni gagnvart kynbundinn launamun, bæði starfsfólk, stjórnendur og við í pólitíkinni. Þannig að við erum að kalla eftir ítarlegri tölfræðiskýrslum launamál með ársfjórðungsuppgjörunum. Við erum að tala að aðgengi að kyngreindum upplýsingum launagreiðslu verði bætt og launaáætlunarlíkanið. Við erum að tala árlega úttekt á kynbundnum launamun og erum í þeim efnum að gera ráð fyrir því að við gerum okkar eigin úttektir annað hvert skipti og ytri aðilar taki okkur út í hitt skipti. Þannig að við fylgjumst með því hvernig þróunin er og hvernig við tökum hvern áfanga í að ná þessum árangri. En við þurfum líka að fara yfir tækin, þessi lykiltæki sem við höfum verið að þróa á undanförnum árum til þess að halda utan launamálin. Þannig að í liðum 6-8 þá er verið að fara yfir þau. Innri endurskoðun á að leggja mat á launakerfi borgarinnar með áherslu á skýrslu og upplýsingagjöf. Annars vegar og hins vegar að gera úttekt á starfsmatskerfinu sem eru þetta algjört lykiltæki í launasetningu hjá borginni. Og síðan þarf að skrá menntun starfsmanna betur og svona meira fullnægjandi hátt inn í launakerfið. Því ef þetta er rangt skráð og þá fáum við líka rangar upplýsingar
og sjáum kannski mismunun þar sem hún ekki raun og veru. 9. liðurinn lætur ekki mikið yfir sér en þetta stóra verkefnið, stóra langtíma verkefnið. Að leggja áherslu á jafnvægi atvinnu, félags- og einkalífs og draga markvisst á yfirvinnu. Ekki til þess að lækka heildartekjur, heldur skipuleggja starfið þannig að framleiðni aukist. En þetta þetta náskylt. Þetta náskylt stóra verkefninu í leikskólamálum, stóra verkefninu gagnvart fæðingarorlofinu og snýst það að búa til gott samfélag fyrir fjölskyldur og allar tegundir af fjölskyldum og bæði kyn. Liðir 10 og 11 eru síðan það sem við getum kallað nýju leiðirnar. Merkilega málið með kerfislega nafnið, eins og ég hef kallað það, kynhlutlausa viðbótarlaunakerfið. Það svona tæki sem á að hjálpa stjórnendum við að skilgreina viðbótarlaunin eða yfirvinnu og akstursgreiðslurnar á sanngjarnan hátt. Og þetta kallar á heilmikla nýsköpun og endurhugsun og á mikið og gott samtal við starfsfólk. Mikið og gott samstarf við starfsfólk, því að ég geng þess ekki dulinn að það eru bara mjög mikil tíðindi sú ríka samstaða sem að birtist hér í borgarstjórn með þessar tillögur, því að þetta bara mjög viðkvæmt mál. Kaup og kjör og heildarlaun fólks eru gríðarlega mikilvæg mál og bara lykilþáttur í að láta enda ná saman og þess vegna þarf að standa málefnalega og rétt að þessu allstaðar og markmiðið skýrt að útrýma kynbundinn launamun. Síðast en ekki síst, og það mætti hafa langt mál, að þá ætlum við að hefja undirbúning á innleiðingu á jafnlaunastaðli. Jafnlaunastaðlinn hefur verið þróaður meðal annars undir forystu Hildar Jónsdóttur sem var hér jafnréttisfulltrúi í tíð Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur sem borgarstjóra en hefur verið að vinna þetta og var að vinna þetta fyrir fyrrverandi ríkisstjórn en eins og oft áður í mjög miklu samstarfi við atvinnulífið. Þetta staðall sem hugsaður fyrir fyrirtæki sem af einhverri stærð til þess og vilja hafa þessa hluti í lagi að geta fengið vottun og yfirferð yfir alla ferla og launasetningu og ég hef mjög mikla trú á þessu tæki svipað og við höfum verið að innleiða vottun og sviði umhverfismála til þess að tryggja að upplýsingarnar séu samræmdar, þær séu allstaðar eins, ekki bara hjá einhverjum örfáum áhugasömum lykilstjórnendum, þetta allstaðar í kerfinu, hjá öllum sem taka ákvarðanir sem skipta máli í þessu samhengi. Og þess vegna hef ég trú á þessum tillögum. Það alveg rétt að við þurfum síðan öll að standa vaktina en við Samfylkingunni og meirihlutanum styðjum þetta mál sérstaklega og ég vil þakka öllum sem hafa komið að þeirri miklu vinnu, bæði embættismönnum, hópnum undir forystu Helgu Bjargar Ragnarsdóttur, hópnum undir forystu Sóleyjar Tómasdóttur, mannréttindaskrifstofu, fjármáladeild og öllum sem hafa komið að undirbúningi þessa stóra máls. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mikilvægir pallagestir. Það gott að hér séu gestir á pöllunum, ekki því að tilefnið sé gott, heldur því að þeir bera vott gott samfélag. Þau erum hætt að bregðast við óþolandi fyrirbæris og kynbundnu launamun eins og einhverju náttúrulögmáli. Einhverju óviðráðanlegu náttúrulögmáli sem verði bara að krossa fingurum og muni einhvern tímann jafna sig. Kynbundinn launamun verður nefnilega að tækla meðvitað og þá aldeilis allra helst hjá opinberu stjórnvaldi sem ber skylda til að passa upp á slík lágmarksréttindi. Í raun má halda fram að slíkt stjórnvald ætti að láta það vera að setja borgurunum sínum reglur að meðan það getur ekki passað upp á sjálft sig og hlýtt sínum eigin reglum.
Í svona vondri stöðu, þegar vandamál svo víðfeðmt og vandmeðfarið, freistandi að kenna kerfinu Því ekki hægt að brigsla vafalaust velumeinandi borgarfulltrúum að vera slétt sama jafnrétti. Það því freistandi að beina spjótunum á kerfinu eins og það sé einhver óviðkomandi stærð sem ræður eigin lögmálum sem erfitt að stjórna. En það eru engir aðrir en kjörnir fulltrúar sem bera ábyrgð á kerfinu. Vissulega hægt að hafa skilning á því að í svo stóru stjórnkerfi sem Reykjavíkurborg takar sumar breytingar tíma. Eins og olíuskipi sem tekur sinn tíma í að breyta stefnu. En út af þeirri staðreynd einmitt sérstaklega mikilvægt að það sé þá brugðist við af extra krafti, extra snerpu, leggjast á krafti á árarnar og blása vind í seglin ef þær líkingar ættu við olíuskip. Allavega ýta hressilega á einhvern hátt við þessu stóra skipi sem annars fer allt of oft, allt of hægt. Í þessu réttindamáli sem nú ræðir hafa viðbrögðin hins vegar verið of kraftlaus og of fálmkennd. Í byrjun þessa kjörtímabils var vissulega meðvitund fyrir kynbundnum launamun og vilji til að útrýma honum. Og farið var í ýmsar aðgerðir eins og borgarstjóri fór hér yfir áðan. Settur var á laggirnar starfshópur. Rúmlega ári seinna skilaði sá hópur tillögum sínum. 4 mánuðum seinna voru þær tillögur teknar fyrir í borgarráði. Þá var stofnaður aðgerðahópur til að fara yfir tillögur starfshópsins. 1,5 ári seinna skilar sá aðgerðahópum tillögum sínum. Og hér erum við nú, á síðasta ári kjörtímabilsins. Það hvarflar ekki að mér að halda því fram að allir þeir sem komu á einn eða annan hátt að allri þessari vinnu, þar á meðal sú sem hér stendur, hafi ekki viljað gera vel eða hafi ekki gert vel. En hvað að gera vel í grundvallar réttindamálum? Hvað ásættanlegt? Á meðan aðgerðahópurinn var á störfum fengu konur í Reykjavík send 18 ósanngjörn launaumslög. 18 launaumslög á meðan aðgerðahópurinn vann úr tillögum starfshópsins sem var á störfum á meðan konur í Reykjavík fengu 14 ósanngjörn launaumslög. Og svo verða 4 á meðan tillögur starfshópsins fóru á höndum formanns borgarráðs til afgreiðslu í borgarráði. Auðvitað þarf að vinna vinnuna, skoða og kanna og greina. Aðgerðahópurinn endurskoðaði tillögur starfshópsins, var þar í sömu sammála aðgerðir og í öðru ekki. Með fullri virðingu þá sýnist mér því ég fer yfir þær skýrslur sem liggja nú fyrir í þessu máli að eflaust hefði verið hægt að sleppa starfshópnum eða aðgerðahópnum eða samræma þá. Í öllu falli að búa til að hagkvæmara verklag svo að öll þessi mánaðamót með vondum launaumslögum fengi ekki að koma og fara á neinna haldbæra aðgerða. Á kjörtímabilinu hafa þessi 36 ósanngjörnu launaumslög innihaldið mismikinn kynbundinn launamun. Mismikinn eftir sviðum, stéttum og árum, eða það segir kannanir okkar allavega. En þær eru líka mismunandi. Í sumar kom mjög alvarleg kjarakönnun frá BHM sem sýndi að óútskýrður launamunur á milli kynjanna verið mestur hjá starfsmönnum Reykjavíkurborgar. Hann var því meiri í höfuðborginni en hjá ríkinu, öðrum sveitarfélögum og í einkageiranum. Réttilega var mönnum brugðið. Brugðist var við þessum vondu fréttum og sæmilega snaggarlegan hátt og strax var farið að ýta á eftir öllum þeim aðgerðum sem hefði annars mátt halda að höfðu dagað uppi einhvers staðar í kerfinu. En það hefði mátt gerast fyrr. Svo kemur Reykjavík með sína eigin könnun sem sýnir að kynbundinn launamunur minni en í könnun BHM. Það gott. En hvað þýðir það? Hvað þá með starfsfólk þeirra stéttarfélaga sem BHM tekur til? Hvað veldur mismunum? Hvað verður að skoða? Það erfitt að lesa í og ræða niðurstöðu mismunandi kannana, enda nánast ómögulegt að bera þær saman. Í nýlegri samantekt kannanir Reykjavíkurborgar á kynbundinn launamun árunum 1995 til 2012 kemur fram að vegna þess hve ólík nálgun hefur verið í þeim könnunum og úttektum sem gerðar hafa verið, sé erfitt að segja nákvæmlega til hversu mikið leiðréttur kynbundinn launamunur hefur minnkað. Það því mat skýrsluhöfunda að það sé mikilvægt fyrir Reykjavíkurborg að marka sér skýra stefnu og sammælast hvað sé til viðmiðunar til þess að hægt sé að fylgjast með þróun og breytingum á kynbundnum launamun. Í skýrslu aðgerðahóps tekið undir það sjónarmið og talið brýnt að rannsókn á launamun kynjanna
fari fram árlega með samanburðarhæfum hætti. Því sakna ég þess að í þeim ágætu tillögum sem nú liggja fyrir aðgerðir gegn kynbundnum launamun sé ekki skýrt kveðið á hvaða breytur verði lagðar til grundvallar í árlegri úttekt á launamun kynjanna sem lagt til í tillögu nr. 5. Það er því óskandi að þó að tillögurnar beri það ekki skýrt með sér að verklag slíkra kannana verða að vera samanburðarhæft, verði það þó raunin, því annars ómögulegt að skoða og meta aðferðir og árangur ári til árs. En mismunandi niðurstöðuprósentur kannana eru að öðru leyti ekki aðalatriðið. Hvað þýðir 8,4% eða 5,8%? Eins og borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson kom inn á áðan er það eina sem skiptir máli og það eina sem vitað með fullvissu og búið að vera vitað allt of lengi er að það hægt að mæla ósanngjarnan kynbundinn launamun í Reykjavík. Og þá skiptir engu máli í hve mörgum prósentum. 1% er nóg og óásættanlegt. Það er því fagnaðarefni að við séum hér í dag komið tillögur til að bæta rétt starfskvenna í Reykjavík. Vonandi verður þeim tillögum nú tekið af ekstra snerpu og krafti, svo við verðum ekki hér eftir 2 ár að ræða tillögur einhvers annars hóps sem hefur komið með sínar tillögur á þessum tillögum. Það á ekki verið í boði að báknið sé svo svifaseint að við látum aðgerðir til leiðréttingar á grundvallarréttindum taka allt of langan tíma. Og það er ekki hægt að henda ábyrgðinni á eitthvað óskilgreint bákn. Ef olíuskipið er of lengi að beygja, á að sökkva því og byrja að róa. Það er á engri ábyrgð annarra en okkar hér ef launaumslagin halda áfram að berast konum í Reykjavík í allt of langan tími viðbót sem innihalda enn prósentur af ósanngirni. Þá er borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, eins og aðrir þá brá mér virkilega í brún þegar ég las fréttir að kynbundinn launamunur væri hæstur í Reykjavík samkvæmt launakönnun BHM. Ég tek undir með Hildi Sverrisdóttur, borgarfulltrúa hér í frábærri ræðu að ákveðinn sofandaháttur hefur verið á málinu miðað við þetta og að eina sem að skipti máli er að það eigi ekki að vera óútskýrður launamunur í Reykjavík. Ég ætla ekki að ræða sérstaklega að ólíkar leiðir við mælingu hafi verið hérna til umræðu. Þessi mæling er alveg örugglega að sýna rétta hluti og okkar mæling er örugglega að sýna einhverja réttmæta mælingu. Við verðum og erum, eins og heyrist hér í borgarstjórn í dag, að taka þetta alvarlega. En afturförin segir okkur að það er eitthvað sem er ekki að virka. Og ég eins og aðrir hérna inni er orðin langþreytt á þessum fréttum. Konur eru mikilvægur þáttur í verðmætasköpun og að mínu mati, með fullri virðingu fyrir Sólveigu Tómasdóttur, borgarfulltrúa og talibana í málinu, eins og hún sagði hérna áðan, mikið hægra mál að konur komist að í öllum störfum og velji störf til jafns við karla. Það er ekki fyrr sem samfélagið og fyrirtækin sjá tækifærin, bara öll tækifæri. Ég er líka orðin langþreytt á því að heyra einn af öðrum segja að þetta gangi ekki lengur en líti raunverulega ekki í eigin barm. Að viðkomandi karl eða kona, þetta er líka fordómar hjá konum, vinni ekki úr sínum fordómum hvaða störf konur eru að vinna bæði heima og að heiman. Að rannsóknir sýna okkur að framgangur kvenna í starfi sé metin út frá því hvaða reynslu og menntun hún hafi, en framgangur karla sé metin út frá tækifærum viðkomandi sem talið sé mannkostur í viðkomandi starf. Að rannsóknir sýni að konur fái síður kauphækkun þegar hún talar hvað hún hefur látið af sér leiða í starfi, en þegar hún talar hvað fyrirtækið hefur áorkað í samvinnu og samstarfi. Þetta eru raunverulega niðurstöður rannsókna á hvernig framgangur kvenna er öðruvísi en karla. Og ég verð að viðurkenna að eins og þessar tillögur hljóma traustvekjandi hér í dag og ég þakka fyrir þær, þá er
alvöru umræða stórlínurnar enn fjarverandi. Makróverkefnið ekki auðveldlega mælt með tölfræði, eins og þessar tillögur bera merki tölfræði aðalega. Tölfræði mun ekki og mun í rauninni alls ekki hafa áhrif á viðteknar venjur að konan sinni í 80% tilfella öllu skipulagi sem snýr að heimilinu. Við ræðum allt og sjaldan hverjar skýrðu breyturnar eru í launamunni. Við vinkonurnar köllum þetta þriðja starfið. Þriðja starfið 100% staða heima við. Þriðja starfið framkvæmdastjórn heimilisins, undirbúningur og skipulagning og umönnun allra á heimilinu og jafnvel elstu kynslóðarinnar líka, afa eða ömmu eða pappa eða mömmu sem þurfa aðstoð. Til að finna út hver vinnur þriðja starfið þarf maður að spyrja spurningar svo hver býr til samræmt dagatal fyrir fjölskylduna eða hver ákveður hvenær frí eru tekin og jafnvel hvert. Hver hringir í börnin og minnir þau á að borða? Hver skutlar eldri fjölskyldumeðlimum til læknis? Ég veit ekki aðra borgarfulltrúa en ég búin að vera dálítið í þessu í dag að senda þennan í píanó og þennan heim úr veikinda á skóla og svo framvegis. Fullt af konum eru búin að átta sig á þessu þriðja starfi og reyna ekki einu sinni að vinna þessa 200% vinnu sem við erum svolítið svona að tala að við ætlum að hjálpa þeim að taka. Þær taka á sig vegna lægri launa og vegna álags verkefnin heima og sinna ekki hugðarefnunum sínum á meðan. Og ég dreg ekki dul á það að Reykjavíkurborg alveg að vinna í þessu. Og ég stolt af því að vera borgarfulltrúi í borg sem að passa upp á þetta. Það eru leikskólar eins og Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi fór yfir hérna áðan. Það eru þjónustustofnanir og góð þjónusta fyrir eldri borgara og þá sem þurfa aðstoð. Það eru frístundaheimili og alls konar þjónusta sem í boði. En eitthvað situr samt fast. Sumir myndi segja að álagið bara hefur aukist á heimilið. Það eitthvað sem ekki að virka. Annað makrómál. Á Íslandi hefur farið fram mikill niðurskurður. Og það pirrar mig enn svo frétt sem kom í síðustu viku að búið að segja upp á ríkinu næstu eingöngu fólki í velferðarkerfinu. Hverjir starfa þar? Konur. Og hvernig þetta hér? Þurfum við ekki að skoða þetta hér hjá Reykjavíkurborg? Hversu margar konur hafa mist vinnuna frá efnahagslega áfallinu 2008? Við vildum vel og við ræddum þetta mjög ítarlega þegar að áfallið gekk hérna yfir. Við vildum passa þetta. En það læðist að mig sá grunur að við séum búin að fjárfesta fyrst og fremst í verkefnum fyrir karla til að halda þeim í frekari vinnu. Allir þessi stígar og öll þessi viðhaldsátök og þessar fjárfestingar eru fyrst og fremst fyrir karla. Við höfum ekki fjárfest sérstaklega í verkefnum fyrir konur og ef þetta rangt hjá mér, þá fagna ég því ógurlega að borgarfulltrúi kemur og leiðréttir þessa tilfinningu mína. Þetta allt vissulega kerfislegt og einhvers staðar hefur hins vegar forgangsmáli jöfnstaða kvennanna í atvinnulífinu týnst. En þetta ekki bara kerfislegt eins og ég sagði áðan, þetta samfélagstengt og þessar hugmyndir okkar störf. Að lokum ekki frá því vikist að nefna eitt. Við erum að muna það að Reykjavíkurborg samningsaðili við fjölmargar kvennastéttir og kvennastéttir þurfa að þora að semja betur. Þær þurfa að semja þannig að vinnuveitandinn sé tilbúinn til að hækka laun fyrir vinnuframlag, ekki menntun og reynslu og aldur. Að semja eins og karlar semja miklu frekar út frá árangri, frá verkefnum, frá afköstum. Konur standa fyllilega undir öllum þeim kröfum sem settar eru. Það ekki vera hræddar við það, að setja öðruvísi kröfur laun. Kvennastéttir þurfa að þora að losa sig upp frá kjarasamningunum. Það eitt að tala kynbundinn launamun en svo annað að horfa á heilu stéttirnar eins og til dæmis kennara sem sitja fastir í sömu hjólförum vegna kjarasamninga sem binda þá fasta út frá menntun og aldri. Þessi störf voru vissulega eftirsóknarverð vegna vinnutímans af því að konur gátu sinnt heimilinu með starfinu. Þær gátu farið í þriðja starfi sitt. En eimir aðeins að þeirri tilfinningu með kennara að þetta sé starf sem krefst ekki eins mikillar vinnu og þess vegna kvennastétt. Þetta bara vandamál sem konur að takast á við að ræða. Þetta meira en 100% vinna. Þetta miklu meira, þetta gríðarlegt álag þetta starf. Og eðlilegt að enn sé verið að meta árangur þeirra sem vinna þarna út frá menntun og aldri.
Þurfum við konur ekki að fara að líta í eigin barm með þetta? Annars vil ég þakka fyrir samstöðuna hér í dag að þetta sé óásættanlegt. Og þessar tillögur eru fínar, upplýsingar eru góðar en markmiðið að tryggja jafnrétti kynja má ekki bara vera eilífðar verkefni Sóleyjar Tómasdóttur borgarfulltrúa, það verður að vera verkefni okkar allra hérna inni. Þá hefur borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið máli sínu og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langaði nú að kannski fá aðeins að koma inn í umræðuna. Ég þakka fyrir góða ræður hér og kannski aðeins svona fá að koma inn í umræðuna í frjálsu flæði og af því að í fyrri umræðu minni þá þurfti ég svolítið að hlaupa á staðreyndum og lítill tími fyrir hið skemmtilega frjálsa flæði. Mér langaði samt að svona velta upp nokkrum flötum eða vinklum á þessari umræðu og það er jú staðreynd að við búum í heimi á hnetti sem er alveg einstaklega karllægur í alla staði og hann er svolítið skipulagður þessi hnöttur fyrir karla og fyrir þarfir karla og hann hentar körlum mjög vel eins og það er hægt að henta einhverju tiltekinni tegund af mannesku þá hentar hnötturinn körlum ákaflega vel og ég þekki það af eigin reynslu og allt verður svolítið eftir þörfum karla og eins og körlum finnst og ég tökum sem dæmi bara Íslands söguna, hún er mjög karllæg, Íslands samfélag er mjög karllægt við horfum til fornhetjana sem allir meira og minna karlar og við erum komin að víkingum, þeir voru allir karlar og en nýjustu erfðafræðirannsóknir sýna að genamengi Íslendinga er ekki bara svo einfalt. Það eru sem sagt uppi kenningar það að meiri hluti næstum því algjörlega meiri hluti formaðra okkar voru ekki norrænar, heldur líklega keltneskar frá Írlandi og Skotlandi en þeirra arfleið hún hefur svolítið týnst. Það er mjög lítið talað hinn keltnesku áhrif í íslenskri menningu, heldur meiri áhersla á víkingaelementi í menningunni sem er alveg gríðarlega karllægt. Það eru sem sagt mjög karlalegir menn í mjög karlalegum fötum og gjarnan með vopn sem er ofboðslega karllægt. Litlir drengir leika sér með vopn. Ef að ég segi, við erum ekki að tala trúmál núna, við ætlum að gera þá eftir, en ef að mér byðist segjum svo, það er í mörgum trúarbrögðum, þá trúir fólk því að maður endurfæðist, að maður fari ekki til himnaríkis eins og sumir halda, heldur maður endurfæðist. Og ef að ég stæði í þeim sporum, ég stundum velt þessu fyrir mér, ef að ég stæði í þeim sporum að bjóðast endurfæðing, endurfæðast aftur hér á jörðinni, hvernig myndi ég vilja vera? Ef ég fengi að veljum það, ég myndi ekki vilja fæðast hér á þessari jörð og vera samkynhneigður. Ég myndi vilja fá að sleppa við það. Og ég myndi, ef það væri möguleiki, þá myndi ég vilja sleppa við að þurfa að vera litaður á hörund. Ef að það væri einhver séns. Því að það getur verið svolítið erfitt að vera litaður á hörund. Og ég myndi síður velja að vera kona heldur en karl. Ég myndi alls ekki ég myndi leggja á það sérstaklega áherslu að ég myndi allra síst velja að fæðast lituð svört kona vegna þess að það gæti orðið svolítið erfitt líf.
Ef að ég mætti velja, þá myndi ég velja að fá að fæðast bara aftur sem hvítur karlmaður. Því þá er maður nokkuð öruggur á þessari plánetu, svona eiginlega nokkurn veginn hvar sem maður lendir. Hitt er meira háð aðstæðum og mér var svo upprifin af því sem borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir var að segja hér sem hún orðaði svo skemmtilega og sagði að hún og vinkonur sína kölluðu þriðja starfið sem að fylgir því svolítið að vera kona, að það er þriðja starfið og ég hef þegið þetta starf með þökkum, það er að segja að það sé unnið fyrir mig en það er vegna sem ég er með athyglisbrest, skilur, þú veist, sem er mín afsökun, en það er svo margt sem að mann langar til þess að laga og það er svo, eins og þetta er svona mál sem ríkir þverpólitískt sátt, okkur langar að breyta þessu, okkur langar að búa til samfélag og ekki bara samfélag, okkur langar að búa til heim, þar sem að fólk er ekki skipt í flokka, eftir kynfærunum á sér eða litnum á húðinni á þeim eða hverjum það vill sænga hjá þegar það er búið að slökkva ljósin inn í svefnherbergjunni hjá sér á kvöldin. Við viljum búa til samfélag sem að metur fólk af því sem það hefur fram að færa sem manneskjur, hvort það er gefandi eða ekki. Við myndum vilja eyða einelti, við myndum vilja halda borginni algjörlega hreinni frá morgni til kvölds. Við myndum vilja leysa húsnæðisvanda allra, við myndum vilja útrýma ofbeldi, við myndum vilja auðvelda aðgengi allra, þannig að það væri fullkomið aðgengi fatlaðra og aldraðra og fótafúna að öllu. Við myndum vilja eyða útigangsfólki, að við getum sagt með stolti, það er ekkert útigangsfólk í Reykjavík, ekki frekar en í Garðabæinni á Seltjarnarnesi. Og það er engin fátækur á Íslandi eða í Reykjavík eða í heiminum. Við myndum mjög gjarnan vilja segja það. En við getum það ekki alltaf og það sem að fólk segir oft viljir allt sem þarf. Nei, það er ekki alltaf svo einfalt. Stundum eru hlutir bara flóknir og þetta sem að kerfi sem við vinnum eftir sem við köllum lýðræði, það er til dæmis bara rosalega flókið kerfi. Það er miklu flóknara kerfi heldur en einræði. Þess vegna er ekki lýðræði í lögreglunni til dæmis. Því að lögreglan mundi ekki gera neitt ef það væri lýðræði. Þess vegna er einræði í lögreglunni, þess vegna er einræði í slökkviliðinu, þess vegna er einræði hjá herjum vegna þess að lýðræði bara virkar ekki í svona aðstæðum. En við veljum lýðræði og lýðræði er seinlegt. Formaður stjórnmálaflokks hrópaði hátt fyrir síðustu kosningar. Engar nefndir, engar starfshópa, engar tafir, aðeins aðgerðir í þágu heimilanna. En raunin varð síðan nefndir, starfshópar og tafir. Og við vitum það er bara raunveruleikinn, það er kerfið sem við vinnum eftir. Og við vinnum betur ef við berum virðingu fyrir kerfinu en gerum ekki lítið úr því. Vegna þess að þetta er lýðræðið. Og þetta er flókið. Og ég til dæmis bendi bara til dæmis á fjórða liðinn í aðgerðaáætluninni, þú veist, aðgengi að upplýsingum, bara það til dæmis, bara það að fá upplýsingarnar, hvar sækir maður sér upplýsingarnar, getur verið bara stór flókið mál, að fá aðgengi að upplýsingum sem eru kyngreindar. Og svo allt í einu stendum maður frammi fyrir orðum eins og skýribreyta. Ég hef aldrei lært neitt sérstaklega skýribreytur. Og þannig að það er ekkert allir með þá á hreinu en maður myndi stoppa fólk út á götu og segja hvað er skýribreyta og ég efast að allir myndu vita það þannig að það þarf að uppfræða fólk þannig að fræðsla er mikilvæg og menntun er mikilvæg og meðvitund er mikilvæg og ég tel að hér séu mjög metnaðarfulla og góða áætlun að ræða og vil ítreka það. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir. Kæri forseti, kæru borgarfulltrúar og kæru þið sem hlustið hér og annar staðar. Ég tel nú að hér hafi margir og góðir borgarfulltrúar farið vel yfir
stöðuna, farið yfir þær tillögur sem nú liggja á borðinu, en mér fannst bara mikilvægt að koma upp og kannski bara nota tækifærið að þakka fyrir góða vinnu. Ég ber vonir við þessar 11 tillögur, þótt ég sé eins og kannski borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir, ég er alltaf hrædd við orð. Ég fagnaði þó að í þessum tillögum sem eru mjög skýrar að það er mjög knappur tímarami sem ég fagna, þannig að það gefur mér tækifæri til að geta fylgst með, fylgst núna með á næstu mánuðum framvindu mála. Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi talaði hún hefði komið hérna oft og ætlaði að halda áfram að koma oft. Ég hef ekki komið mjög oft upp í þessari umræðu, kannski hef ég ekki alveg fengið tækifæri til þess, en ég fagna þessu tækifæri og ég er til í að koma oft, en ég vona að það verði ekki of oft. Það var talað hérna líka rót vandans, við töluðum að það var talað ágætlega mikið það. Rótin er djúp og hún á sér langa sögu. Rótin líka, það hluti á rótinni að samstarfsfélagar af hinu kyninu, karlkyninu, ákveðu að mæta ekki eins mikið á palla í dag eins og konurnar? Ég veit það ekki. Það hluti af rótinni? Ég spyr mig. En þetta er skref og ég bara ítreka og tek undir að ég þakka fyrir góða vinnu. Ég vil ásamt ytri endurskoðun og innri endurskoðun sem nefndir í tillögunum, þá langar mig líka að vera minn eigin endurskoðandi og fylgjast betur með. Ég tek líka undir það sem hefur komið hér fram að þótt ef við ætlum að fara vel onni í fastlaunasamninga og onni í aksturssamninga og svo framvegis, að þá tek ég undir að það eitt og sér mun ekki nægja til að bæta kjör þá sérstaklega þeirra kvenna sem vinna í þessari góðu borg. Í dag er 1. október 2013 og ég vona að eftir ár, 1. október 2014, þurfum ekki eins oft að tala slíka mikilvæga umræðu. Borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir næst á mælendaskrá. Frú forseti, ágæta borgarstjórn. Mig langar að þakka öllum þeir sem hafa komið hér upp í dag fyrir ákaflega góð og vönduð orð og innlegg. Mig langar að þakka þeim sem hafa komið að gerð þessara tillagna á öllum stigum máls og sérstaklega þeim sem sátu í starfshópunum sem hafa mótað þessar tillögur sem til umfjöllunar í dag. Hér hefur mjög margt komið fram í umræðunni, mjög margt umhugsunarvert, mjög margt pólitískt mikilvægt og mjög margt sem við mættum gjarnan ræða oftar í sölum borgarstjórnar. Það hefur verið mikið talað ábyrgð og ég ætla að fá að dvelja aðeins við það, því að ábyrgð okkar sannarlega mikil. Við erum ansi stór vinnustaður. Við erum stór kvennavinnustaður Reykjavíkurborg. Við erum með undir okkar hatti ákaflega mikilvægar stofnanir. Við erum í samstarfi við ákaflega marga. Við erum til dæmis í beinu samstarfi á hverjum einasta degi við foreldra rúmlega 20.000 barna og ungmenna. Það ekki lítið aðgengi sem við höfum að í rauninni allri umræðu í samfélaginu þessi mál. Við leggjum línur í skólum, við að sjálfsögðu fylgjum aðalnámskrám og öðru því sem að hið háa Alþingi setur okkur fyrir og lögum menntamál, bæði leik- og grunnskóla. En við getum sjálf yddað og skert á mjög mörgu því sem þar kemur fram. Aðeins rótarkerfið sem að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir vék að og aðrir hér í dag. Svo sannarlega það litað, það mjög litað af staðalmyndum, það mjög litað af þeirri staðreynd að þriðja starfið oft ansi hreint fyrirferðarmikið í lífi og tilveru kvenna. Við getum beitt okkur á ýmsan hátt sem borg og stjórnvald, ekki bara með aðgerðum eins og þeim sem við erum að samþykkja hér í dag og ræðum hér í dag varðandi kynbundinn launamun sem ólíðandi og óþolandi og við getum líka beitt okkur í skólum og leikskólum í starfi með börnum og ungmennum, í fræðslu, ekki bara til stjórnenda eins og kveðið á í tillögunum og flestir hér sammála að sé mjög mikilvæg, heldur líka fræðslu og lifandi umræðu úti á starfsstöðunum þar sem að allur þessi fjöldi barna og ungmenna fær menntun, umhyggju og uppeldi. Mig langar að vekja að öðru mjög mikilvægu máli sem að við samþykktum nýverið í borgarstjórn
að frumkvæði borgarfulltrúa Sóleyjar Tómasdóttur og það er að setja á laggirnar jafnréttisskóla hjá Reykjavíkurborg sem er í rauninni stöðugildi sérfræðings inn á skóla- og frístundasviði sem er starfsfólki skóla og frístunda til ráðgjafar og til eflingar í því að vera að sinna þessu mikilvæga hlutverki sínu sem best og sem eins og metnaður starfsfólksins okkar sannarlega stendur til að hafa þessi mál, staðalmyndir, óæskileg áhrif þeirra, jafnréttismál, samfélagi sem við búum í og gleraugun sem við verðum alltaf að hafa á nefinu, að allar okkar starfsstöðvar andi út og inn með þessi mál í forgrunni. Síðast en ekki síst þá hefur hér verið vikið að hinni stóru mynd sem eru þessi störf, mikilvægu störf í kannski allra fyrst og síðast í velferðar- og menntageiranum og ég held að hér inni geti enginn verið ósammála því að við þurfum samfélagssátt eða samfélagssáttmála virði þessara starfa og þar verða næstu misseri ákaflega mikilvæg í því samhengi, bæði fyrir stéttirnar sjálfar sem og þá sem að semja við þær. Og ég verð ekki svo síðasta sem held þessu fram og er alveg ábyggilega ekki svo fyrsta. Þá hefur borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar og gestir. Mig langaði aðeins að koma inn í umræðuna, þessa alvarlegu umræðu kynbundinn launamun sem eru auðvitað óþolandi eins og hver einasti ræðumaður hefur sagt hér í dag. Og taka aðeins upp, við stöndum þetta frammi fyrir því og ég mun glöð samþykkja þær reglur sem að lagðar hafa verið fram hér. Því ég held að þær bara muni auðvitað hjálpa okkur. Auðvitað tekið líka undir þá gagnrýni sem að fram hefur komið hjá stöllum mínum að þetta hefur gerst of hægt. Við höfum aðeins sofnað á verðinum, við hefðum átt að vera meira á tánum. Það verður að gera það og það verður að gera það árlega og það verður að vera með mælingar sem eru sambærilegar frá ári til árs. Annars er erfitt að fylgjast með þessu. En svo tekið undir með Sóley, heimurinn er stærri en akkurat þessi tölfræði og hvað hún segir okkur og við verðum að horfa líka á hann og draga ályktanir þaðan til þess í raun og veru að ákveða hvar við stöndum og hvað við viljum gera og hvernig við getum hugsanlega komið í veg fyrir að þessar tölur skili sér svona inn í kerfið okkar og inn í öll önnur kerfi og inn í launaumslögin eins og nefnt var hér áðan. Hvernig lækka ég þetta aðeins? Já. Takk. Og þar langar mig aðeins, þegar ég las niðurstöður sem að komu út úr launakönnun hjá BHM, þá rak ég augun í eitt, skelfilegt fannst mér, og það var að hlutfall kvenna í félagi, hlutfall kvenna í hvaða félagi sem þær eru, verði skýra það að þær hafi minni laun. Þær hafa áhrif á það hvað fyrir launaumslagi til þeirra. Og mér finnst þetta vera að segja mér dálítið alvarlega hluti eða athyglisverða hluti og jafnvel að við gætum unnið meira með þetta og ég held til dæmis að við vitum öll að það eru stóra kvennastéttir sem að fara sameiginlega í kjarasamninga og ég held að þetta sé ekki endilega leiðin til þess að ná fram. Auðvitað er þetta beggja plans. Þetta er gert til þess að tryggja ákveðin grunnlaun og ákveðið öryggi í starfi. Auðvitað skilur maður það og virði. Það er bara sjálfsagt að hugsa þannig. En á hinn bóginn þá hefur þetta þau áhrif að þeir sem við þetta kerfi búa hafa takmarkaðri getu til þess að fara fram á launahækkun sem þeir kannski eiga svo algjörlega skilið. Og þarna erum við bara komin á muninum á ákveðnum rekstrarformum. Og ég held að sé mjög áríðandi að við förum að skoða þetta betur og hvaða afleiðingar þetta getur haft í för með sér að reyna að fara svolítið þessar ólíku leiðir og athuga, mun breytt form leiða eitthvað annað í ljós. Hlutfallsleg atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi er rosalega há. Hún er hærri enn í flestum löndum
Meirihluti íslenskra kvenna vinnur hjá ríki eða sveitarfélögum. Við vitum það til dæmis að hér eru 73% kvenna held ég sem eru vinna, 73% starfsmanna Reykjavíkur eru konur. Þannig að það er alveg að endurspeglast í þeim tölum og ég man til dæmis eftir umræðu eða fréttum af fundi þar sem til dæmis Margrét Pála skólastjóri Hjallastefnunar kallaði þetta vinnu konur ríkisins. Hún sagði þetta bara svona endurspegla það að það er massi af konum á kjarasamningsbundnum launum hjá stofnunum sem hafa ekki getu til að mæta þeim og þetta eru þá einhvers konar vinnukonur kerfisins og það er glatað. Það er glatað og það er ekki ástand sem við að sætta okkur við. Og mér finnst við að ræða þetta mál. Mér finnst eiginlega skrítið að þeir sem mest tala og vilja sem oftast eins og tala launamuninn, tala hvað við getum gert fyrir konur, kalla sig feminista og vilja vinna sem mest að framgangi kvenna, þeir vilja aldrei ræða þetta. Og helst ekki ræða þetta. Því þeim finnst náttúrulega, og bara hefur margoft komið fram hér í þessum sal, að í rauninni sé til dæmis einkarekstur eða einhvers konar sjálfstæður rekstur af henni illa hreinlega miðað við það að vera í opinberum rekstri. Og þannig einhvern veginn er umræðan einfölduð og bara einhvern veginn færð niður á eitthvað skrítið plan. Það er líka athyglisvert að þegar maður fer í gegnum það að íslenskar konur sækja ekki eins mikið í nýsköpun og frumkvöðlastörf eins og konur annars staðar og þetta er eitthvað sem er eiginlega óskiljanlegt að því hér er ofboðslega mikil gróska og það er mikið að gerast og við hljótum einhvern veginn að spyrja okkur hvað er það sem hamlar bara þessu, af hverju skila sér ekki inn í starfi og ég held að við þurfum líka að hugsa þetta í bara þeim fagráðum sem við sitjum öll hér, til dæmis inn í velferðarráðinu, inn í menntaráðinu, inn í ráðum sem snerta börnin. Ég veit að Sóley hefur þar verið að tala fyrir, mikið fyrir, ekki þessu en til dæmis það að við gætum okkur hvað við segjum, förum eftir námskráni, við endurskoðum námsgögn, þannig að þau séu ekki í rauninni verið halli ekki alltaf á konur, það séu ekki alltaf, kalla sig ekki alltaf gerundur og svo framvegis. Og ég held að það er ein af leiðunum, en það er ekki eina leiðin og við þurfum að skoða fleiri leiðir. Ég hugsa að það væri líka bara mjög sniðugt að setja af stað einhvers konar verkefni sem að bara miðast að því að hvetja ungar konur til frumkvöðlastarfa og til þess að taka þátt í að búa til eitthvað nýtt, fara út í fyrirtækjarekstur, vera ekkert hræddar við það. Það eru bara 20% kallar sem eru að vinna hjá hinu opinbera og það er örugglega það sem skilar þeim einhverju í budduna líka vegna þess að þeir benda á sína kollega og segja, heyrðu, ég er að vinna hér, þeir sem eru með sama nám og sömu þekking og ég annars staðar, þeir fá meira greitt og þeir hafa endalausa fyrirmyndir til að benda á. Þetta hafa konurnar ekki að sama skapi og að því verðum við að vinna. Ég held að þetta geti skilað okkur allavega jafn mikilli leiðréttingu og það að fara í að endurskoða námsefni og skoða svona innviðina. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs. Jú, borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mig langar bara til að þakka fyrir góða umræðu hér í dag. Ég hlakka til að samþykkja þessar tillögur og mér finnst eiginlega að ég vil eiginlega leggja það til við borgarstjórn, kannski ætti það að vera 12. tillagan, að við ræddum kynbundinn launamun með reglulegu millibili og hvettum starfsfólk borgarinnar til að koma á pallana af því tilefni einu svona ári eitthvað þess áttar, þannig að við hefðum þrýsting frá starfsfólkinu sem að jú, þetta snýst allt saman til þess að vinna vinnun okkar og fylgja eftir þessum tillögum.
Þetta er nú svo sem ekkert formlegt og ég ætla ekki að leggja þetta fram með formlegum hætti, en það er í alvörunni mjög mikilvægt að við ræðum þessi mál. Mér finnst vera, þó svo þessi kannski einhver smá blæbrigðamunur á nálgun okkar og þó að við Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi séum kannski ekki nákvæmlega sammála einkarekstur, að þá erum við öll sammála það að það þarf að útrýma kynbundnum launamuni og við verðum að gera það með mjög breiðum hætti. Við vitum öll að inn í þetta spilar ábyrgðin á heimilum, við vitum öll að inn í þetta spilar misjafnt vægi karla og kvenna á svo ótrúlega mörgum ólíkum sviðum og við þurfum að taka það inn í myndina og ef við tökum reglulega fyrir bara þennan afmarkaða þátt að þá efast ég ekki að það muni hafa áhrif á það hvernig við vinnum inn í menntaráði, hvernig við vinnum inn í velferðarráði, hvernig við vinnum hjá íþrótta- og tómstundaráði, meira segja í skipulagsráði, það á öllum sviðum getum við unnið að auknu jafnrétti kynjanna og það er það sem við þurfum öll að gera. En ég vil bara ítreka þakkir fyrir góðar umræður hérna í dag, langar, góðar, ítarlegar og umfangsmiklar og hlakka til að samþykkja þessar tillögur. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og við þurfum að bera tillögu upp sem er tillaga borgarstjóra að aðgerðum gegn kynbundnum launamun. Forseti vill biðja borgarfulltrúum að ganga inn í borgarstjórnarsal. Þá er tillagan borin upp. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja hana vilja gefa merki. Hún telst samþykkt samhljóma. Við förum í þriðja mál á dagskrá.